Við fórum á skipið í Stykkishólmi og það var nefnið á skipinu var Lára og það fór allt í kringum landið. Það kom frá Reykjavík til Stykkishólms, fór allt í kringum landið og fór svo frá næsta höfn við Reykjavíkur til Skotlands. Og þar fórum við á Allan-línunni til Ameríku. Hvað heldur að siglingin frá Íslandi og vestur hafi tekið langan tíma? Ef ég man rétt, það voru 3 vikur. Við fórum seint í júní, eða seinnipartinn í júní og komum til Winnipeg 15. júlí. En eftir þau komið til Winnipeg, hvernig var þar að litast, manstu eftir því? Við komum til Skildfoss, okkur var tekið fjarskavél og leigði vel í Winnipeg og útvöguðu okkur hús og meðan við vorum þar, við býði 9 daga, þangað til að menn komu til að sækja okkur og fara með okkur út af sjóleikbyggðarinnar. Hvernig fóruð þið þangað norður eftir? Við fórum, það voru 2 menn sem komu, annar kom á yxatíni en hinn kom á hestatíni og þau flutt okkur. Var þetta ekki dálítið torsótt, sein farið? Nei, það var ágætt öllu leyti. Hvað voruð þið lengi? Við sváfum úti undir vögnunum og með næturnar sem við vorum úti. Okkur leið vel. Manstu hvað þið voru lengi þarna norður? Það tók á 3. degi. Við komum 3. degi og til sjóleik. Og var þar mikið af Íslendingum fyrir? Það voru allt Íslendingar sem þá voru, það var ekki margir sem voru komnir til byggðarinnar. En það voru allt Íslendingar byggði í kringum vatnið, sjóleikvatnið. Hvaða ár var þetta? 1894.